Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Blessuðu sömul, sólin skín hérna í Haga, upp í Básum, í góða landi. Ég elska að vera komin í Þórsmörk. Í dag ætla ég að elda svona, kannski eitthvað svona göngumat eitthvað. Þetta verður létt og laggott, þetta eru pastaréttur úr hráefnum sem gæti verið auðvelt að ganga með. Bara gera tilbúið áður en hún fer í gönguna. Kúta allt saman og gera allt ready og fínt. En vindum okkur í þetta. Byrjum að, ég á ennþá eftir að fá mér hérna, þetta er úr karakter að vera með þetta. Já, þetta er mynd. Þetta er mynd. Fyrir okkur pott. Ekki kaupa ykkur vatn á Íslandi, elsku vinir mínir. Do not buy water in Iceland. I refill this bottle. Næsta er bara salt. Þið vitið hvernig þetta virkar, þetta er bara vatn að sjóða. Sett lok á og færum til hliðar. Látum þetta bara, það næsta sem ég ætla að gera er að skera niður nokkra hluti. Hnífurinn góði, það er sko laukur og chili, svona þurrkuð pulsa, svona þurrkar pulsur, svona eins og þessi, eru nefnilega svo góðar í ferðalög. Þú veist, jú, fitan gæti nú aðeins lekið úr og eitthvað svona, en það er búið að kjúra þetta allt saman, eins og er kallað þetta á fagmálinu. Svo er það, við ætlum að greita þennan niður, kúrbítinn, setja hann úti á endanum, hann gefur svona creaminess. Svo er ég með hérna svona tómata, hvítlauk, já. Svo er ég með hérna ægissæjabjór, en hann fer ekkert í matinn, hann fer bara upp í mig. Við erum búin að vera og löpum með einhverja 20 km í dag og löpum hérna upp á hérna, þetta fjall hérna sem heitir svo mikið sem, og löpum þangað og yfir á Morrinsheiði og þar upp að nýju fjöllunum tveim, Móði og Magni, og fórum síðan Kattarhryggjinn heim. Og Kattarhryggurinn er mjög líklegast mín svona bara uppáhald svona stutta gönguleið. Hún er alveg mega. En allavega pipar, ólífuolía og majoran. Og þetta lítur kannski út eins og eitthvað annað. Þetta er bara majoran sem er mjög svipað oregano, og þetta er hún gríska vinkona mín sem vinnur hjá sem vinnur hjá saltverki út á Reykjanesi. Hún er frá Grikklandi og tínir þetta fyrir mig og gefur mér stundum svona smá. Svo er það brauð og sítróna. Og svo er þetta bara pasta. Mér vantar eitt. Ég gleymdi rifjárninu heima, en við reddum því einhvern veginn. Við skulum byrja á því að skera pulsuna. Og það er bara, geima hann bjór. Bara svona einhverja litla bita. Ég elska þennan stað, Bása, sem hérna útivist er að sjá um. Útivist hefur verið hérna í mörg ár og ég var hérna sjálfboðaliði hérna fyrir þó nokkuð mörgum árum að keyra á okkur eldgömlum Massey Ferguson að fara á ruslahringinn og rukka fólk og eitthvað svona. Það var alveg hryllilega gaman. Þetta er tilbúið. Hellum hérna, þið fáið ekki að sjá þetta. Ég ætla bara að hella þessu inn í. Ég ætla að gera þetta hérna næst tilbúið, sítrónuna. Mér vantar bara börkin.
hrærum aðeins upp í af því að ég glemdi hérna rifjárninu heima, þá reynum við bara að skera þetta sem minnst. Seinustu viku þá ætlum við að labba yfir Fimmvörðuháls en þá var svo ógeðslegt veður. Þá ákvað ég að fara vestur til Sigga frænda á galdrasetrinu þar. Fór síðan út á Reykjanes og hitti fólki þar. En hérna, ég ætlaði með það búa til þennan rétt á leiðinni þangað. En hérna, þurfti það síðan aldrei út af því að veðrið var svo ógeðslegt. Þannig að nú kom ég bara til Bása. Leigði mér bara bíl og Akureyrar, keyrði hingað. Yfir allar árnar og fínir í. Hvað ætla að sé næst? Hefur ekki bara, við getum kútt á laukinn. Stór laukur sem fyrir í þetta. Laukurinn er bara skorinn í litla bita. Ekkert að þessu fer saman í, þannig að svolítið erfitt að pröfum eitt pasta. Sjáum hvernig það er. Ok, þetta er orðið svona tæplega al dente. Nú hendum við því bara af og fáum Mustang aftur til liðs við okkur. Smá olíu. Ég set olíu, ef ég verið með venjulega pönnu, þá myndi ég ekkert setja olíu neitt. En að því ég er með svona álpönnu, þá hérna finnst mér eiginlega svolítið nauðsynlegt að setja olíu, en ef þau eru bara að gera þetta heima hjá okkur á góðri pönnu, þá er nóg að setja bara hérna bitana bara beinustu leið á í kjötinu. Svona gamalt brauð og eiginlega bara, ég kalla þetta stundum hérna fátækramanns parmesan. Ætla ég að nota brauðið til þess að taka upp alla fituna og góðgætið og steikja það hérna í hel. En ef þið eru heima hjá okkur, setja það í matvinnsluvél eða blandara eða eitthvað og bara blitzið brauðið alveg í klessu. Herru, leyfum þess að malla og hérna var það pínu stökkt og gott. Og þetta er bara orðið klárt. Við skulum taka þetta úr með gaflinum. Því við viljum halda olíunu þarna í. Það er strax svo gott. Skal brauðið, sítrónubörkurinn, dágóðu slatt af salti. Þetta fær að malla hérna ofan í. Og þetta er orðið stökkt og gott. Smá meiri olíu. Og ef við eru heima hjá okkur og þið eru með tímjan eða bara eitthvað annað svona ferskar kryddjurtir, hendið þeim í endilega. Það er alveg sko, það umbreytir þessu alveg og verður alveg sko hrikalega gott. Þá ætla ég að skera, hvað ætti ég að skera næst? Hvítlauk. Setjum smá að hérna mozzarella hérna. Ég veit ekkert hvað það heitir á íslensku sko. Lyktin af þessu maður. Þetta er allt þetta labb, þá er ég orðinn sko glórsoltinn. Ég klúði að þessu, þá ætla ég að reyna að skera þetta bara í rosa fínar sneiðar. Svona einhvern veginn. Þetta er næstu eins og rifið.
geggjað. Þetta síðan laukurinn. Ómar Ragnarsson að fljúga þarna yfir. Fljótlega fyrir hvítlaukurinn út í. Ég ætla að henda þá komin smá mýkt í laukinn. Þá þetta að setja hvítlaukinn út í. Með sólinn ekki eftir. Það verður leiðilegt að litaleiðrétta þetta. Þegar sólinn fer svona inn og út, þá er stúdíóið betra að vera bara með einn lit. Velja allt saman, litaleiðrétta. Þátturinn ready. Hvað gerir maður ekki fyrir ykkur? Æ, ég dýrka þetta. Skulum skella kúrbítnum út í. Þá er bara alveg, þetta er alveg að smella hjá okkur. Þetta sé subbulegasti þátturinn sem ég hef gert hingað til. Ég elska náttúru. Það ekkert að vera íslensk. Ég elska náttúru. Elska náttúruna. Og ég elska bjór í náttúrunni. Lefum þessu að malla í bara sekundu á meðan það er í gangi. Og ætla ég að hella vatninu hérna af. Ég ætla að fara út í læk. Á Krossá. Ég ætla að hella hérna vatninu af smá ofsóðið, en við erum í útilegu þetta leið. Ég ætla að vonum út í þennan pott. Ég ætla að hita tómatsósuna upp fyrst. Þá nær hún upp öllu bragðinu og finnir í. Náum bara hita upp í þetta. Njóta hérna náttúrunnar á meðan. Sjáu að sólin er að setjast eða hvað. Já, ef einhver ætlar að spyrja mig hvað heitir þessi réttur á ítölsku, þá heitir hann ekki neitt á ítölsku. Þetta er bara eitthvað úr hausnum á mér, sko. Ég þori nú ekki að fara að gera svona Nigella. Hún kallaði eitthvað ítölsku nafni sem hún var að gera, en það var ekkert það sem hún var að gera og Ítalarnir urðu brjálaðir. Svo bara blanda þessum rétti saman. Sko, ég ætla að taka þetta bara svona. Skellum svo eiginlega krútons á. Þetta er svona Pormans parmesan, en ætti náttúrulega að vera blitzaði tætlur, en svona er þetta bara út í náttúrunni. Nú þarf að smakka þetta ofsoðna pasta. Ég veit ekki hvort þetta sé göngutúrinn. Þetta ofsoðna pasta er alveg yndislegt. Takk fyrir að horfa og ég like deilið og sérið og mér hlakka bara til að sýna ykkur næsta þátt. Hvar á Íslandi ætli ég verið þá? Ætli ég verið komin aftur upp í sumarbústað eða kannski er ég komin í Australand aftur eða Vesturland. Bless úr Básum. Sjú. Þá stundum finn ég baconbita og eitthvað svona litla bita hinga og þanga svona þegar ég er að vinna í stúdíónu. Sem ábyggilega mýsnar verða ábyggilega rosa ánægðir með það. En það eru vinkonur mínar.